Verið velkomin í Temjum tæknina. Ég heiti Magnús Smári Smárusson. Með mér í dag er góður gestur Sverrir Bergmann Magnússon. Rétt. Nýútskrifaður meistari frá Háskólanum á Akureyri, Já. viðskiptafræði. Vorum að hlusta á kynningu hjá þér í hádeginu, virkilega áhugaverða kynningu. Já, gæði. Í raun og veru svona kannski það sem að tekur frá þessu er þessi áhrif af stafrænu byltingunni á störf sveitarstjórnarfólks og sveitarstjóra sérstaklega. Já, og mörkin þar á milli vinnu og einkalífs. Mörkin á milli vinnu og einkalífs, akkurat. Og þessi sítenging. Já. Til að segja okkur bara svona frá þessu verki. Þessu verki, já. Verkefni mitt var að kanna áhrif rafrænna samskipta á mörkin milli vinnu og einkalífs sveitarstjóra. Ég ætlaði uppalega bara að fara yfir bara á mörkin sjálf eins og þurfti ég nú aðeins að þrengja þetta niður. Og ákvað þá að fara í sveitarstjórana þegar þeir eru þeir vinna mjög sérstaka vinnu í rauninni sko. Þeir mæta á daginn og stýra sveitarfélaginu og eins og hjá mér sem bara Reykjanesbær, ég býð þar skilur og hann byrjar að þá stýra Reykjanesbæ sem bara unni vinnustað. Svo þegar vinnu lýkur, bara kl. 4-5 á daginn, þá fara kjörnu fulltrúarnir sem að þú kaust í bæjarstjórnarkosningu til þess að vera þín rödd, þá fara þeir allir að vakna þegar þeir eru að klára sína vinnu. Þá fara þeir að herja á sveitarstjóra með alls konar vesen og spurningar og vilja fá upplýsingar hitt og þetta og það er náttúrulega eina sem við erum að vinna með sem bæjarfulltrúar eru upplýsingar. Og við verðum að fá góðar upplýsingar sem er þrautinni þingri reyndar í dag. Í dag, já. Þú þekkir. Og þetta er nefnilega mjög áhugavert vegna þess að þessi uppstilling á vinnustaðnum, eins og við segjum, framkvæmdastjórinn sem er sveitarstjórinn, hann er í 8-4 vinnu. Svo er hann bara með sitt líf og allt þarna fyrir til hliðar, en kjörnufulltrúarnir, þeir eru í sinni vinnu sem bara alls konar. Já, bara geta verið hvað sem er. Já, og koma síðan heim og þá þurfa þeir að sinna sínum skildum og upplifa það náttúrulega kannski bara að ég þarf að heyra hérna í framkvæmdastjórunum með þetta. Þannig að þeir eru þá kannski líka í svona snúnum málum með að bara að eiga í samskiptum við framkvæmdastjóran ef að það er alltaf svona tafir á því. En svo eru þessi það er ekki öll samskipti sem eru jafn mikilvæg. Nei, og það er þetta kannski einmitt. Oft er þetta eitthvað titlingaskítur sem þú þarft, en þú þarft enga sig, þið ber skylda til þess að verða þér upp góðar upplýsingar sem bæjarfulltrúi, þegar þú ert að taka ákvarðanir út frá þeim upplýsingum. Þannig að þú mátt ekki fara samt heldur að fara að þetta sé ekki nógu merkilegt og þú sért ekki að fara að spyrja það, en þannig að þá fær sveitarstjórinn yfir sig alveg alla bara holdskeflu af öllum spurningum bara og hann verður að reyna að svara því en þetta mitt gerist eftir hefðbundin vinnutíma. Svo loksins er hann kannski búinn með þetta liðmaður, þessi bæjarfulltrúar sem er alltaf að bögga hann og alltaf bara að fara í búðina og kaupa eitthvað steik og fara heim og grilla hana. Þá fer hann að lenda í bæjarbúðum. Og bara, hvað er ekki það frétta, áttu ekki að fara að leggja einhvern veg eða af hverju er þetta skipulag áttu aldrei að byggja þessa blokk eða þú veist, ræsinu eru ömurleg og það er aldrei eftir að gera þessu bæ. Þetta er endalaust sko. Þetta er það. Og ég var nú að tala við yfirmann minn hann Auðbjörgu sem er þetta er svona sveitarstjórinn er kannski í svona svipuðu hlutverki, þetta er svona steðji sko. Það er lamið af honum á öllum áttum sko. Og einmitt að til að rækta skyldur sínar þá náttúrulega þarf hann einhvern veginn að standa á svo óbúslega mörgum vígstöðum. Og maður sér einhvern veginn fyrir sér að eins og þú ræddir að þetta álag, þetta er öðruvísi álag vegna þess að þú ert alltaf á vakt sko. Þetta er bara stöðugt álag. Því þú ert, eins og ég tala um að vera alltaf til staða, það er bara það, fólk gerir bara ráð fyrir því og þú átt bara að svara mér og bara helst strax og það er kannski það sem er svolítið að. Það eru væntingar fólks til þess sem að það er að senda skilaboð annað á að fara að fá þessi bara tafarlausu svör. Þú veist bara að þú sendir, segjum bara þegar langar að, nú er ég poppari, eða langar að bóka mig og þá sendur mér eitthvað á einhverju samskiptamiðlum og ef ég svara þér ekki strax þá eru margir sem verða bara mjög pirraðir ef jafnvel þú líði 1-2 dagar sko. Svo hef ég oft vissulega verið mjög lélegur og hafa liðið lengra skilur en það eru margir sem eru með bara ég vil að mér sé svara strax og þér ber skylda til að gera það svo þið gera það bara alls ekki sko. Já, það er akkurat þetta að finna til þessari skyldu og mér veist að þú myndist á það í erindun áðan að koma inn og kannski þessu popparumhverfi og þessu sko inn í þessa stjórnsýslu og þetta að þó að bransinn sé mikið álag og streita í bransanum og þá er þetta
þetta er ný tegund. Allt öðruvísi, já, í rauninni, sko. Þegar þarna, kannski svo í bransanum, þá snýr þetta bara þér, fattarðu. Þú veist, þú mátt drullið mig eins og þú vilt, sko. Ég tek því bara. En í stjórnmálum þá ertu að vasast með peninga annars fólks í rauninni, fattarðu. Og nærumhverfi og allt sem bara snýra þeirra lífi utan vinnu. Þannig að þú tekur á svolítið meira inn á því að þið langar til þess að gera gott fyrir fólk í kringu þig. Eða mig allavega. Það er ekkert allir þannig sem er bara elska að hafa völd og fyrst að gegja. En allavega þannig að þegar einhver er ósáttur og sérstaklega við einhver ákvörðun sem þú hefur tekið, þá er maður einhvern veginn líklega til að taka hann inn á sig heldur en einhver drullar yfir bara, þú veist, umöluðu söngvari eða, þú veist, eitt performance á. Það er nú annað með þessi performance í dag. Þetta er ekkert grín. Af því að eftir að Símati komið, þá mátti ekki slá feilnótu og þá fer hann heiminn, sko. Nei, ég veit það, við þurfum að fara að búa til svona græn svæði. Það sem bara er símaleysi og Símaleysi tónleikar. Símaleysi tónleikar. Og það var nú fólk sem ég þekkti sem voru á einhvern næturklúbb í San Francisco. Og þá fyrstu, sko, þá var síminn bara einangraður. Þú máttir ekkert vera með símaðinn hann inni. Geðveikt. Það er bara, og maður tekur eftir þessu, sko, maður er í partíum eða eitthvað og einhverjir er bara góðu stuði, sko. Ekkert að gera neitt af sér, heldur kannski bara dansa mikið, því hann fór sér kannski vel í tána, sko. En hann vaknar svo á morgun og sér það bara, hann er búinn að vera í beinni útsendingu alla nóttina. Ég veit. Og hann gerir þetta þá líklega ekkert aftur. Nei. Þó hann hafi ekki verið að skaða neitt, hann bara geggjuðum fíling. Og geggjuðum fíling, og þú veist, þetta er náttúrulega álíka bara við sveitarstjórnarfólk og annað sem vilja kannski, það sem kannski skiptir máli að sveitarstjórnarfólk sé virkir þátttakendur í samfélaginu. Þau eru ekki alltaf að vera að verja sig gagnvart því að missa eitthvað út úr sér sem er vitlaust eða eitthvað, því það er bara allt komið á Facebook leið, sko. Maður þarf að passa sig og það, þegar þú ert alltaf í varnargír þegar þú ert að tjá þig, þá kannski nærði ekki alveg að tjá þig eins og þú vildi gera, skilur, því þú þarft að passa hvert einasta orð. Já. Það er alveg tricky, sko. Það er það og ég held að þetta sé alveg, sko, því ég tala stundum það með þessari nýju tækni sem við ætlum að fara aðeins inn á eftir, með gervigreindina, sko, það er að finna verðug verkefni til þess að beita þessari tækni og sérstaklega til þess að miðla og draga úr þessum svona skaðlegu áhrifum sem eru bara, og þegar ég segi skaðlega áhrif vegna þess að þetta eru bara líkamlega og andlega skaðlega áhrif streitu sem að myndast í svona aðstæðum og þessi stafræna stigmögnun af því að þetta er náttúrulega bara svona orðasamhengi sem ég held að sé bara aðeins að byrja að verða svona fólk meðvitað um. Já, einmitt. Það bætist alltaf bara eitthvað nýtt, alltaf eitthvað nýtt og nýtt sem þú þarfst að læra, sem þú þarfst að kunna og jafnvel bætist við fleira í því sem þú kannt, þannig að það er eitthvað neginn, ertu ekki að tala það, bara hvernig þetta staplast alltaf von á þessum stafrænu stigmögnun. Jú, ég raun og veru bara, þú veist, eins og við erum með vinnudag og þú ert ráðinn til að vinna og við segjum bara, skiptum eins og niður, þú vinnur 100 einingar á dag á þessum 8 klukkutíma sveitarvinnunni. Svo kem ég með einhverja lausn til þín sem segir, Sverrir, þú eru miklu skilvirkari og þetta sparar þér svo mikið tíma, í vinnunni. Já. Og þú ert guðslifandi feginn, sko, bara eitthvað, þetta er frábært. En áhrifin verða bara svo að þú heldur áfram að vinna 8 tímana, en þú ert bara farin að vinna 120. Já, einmitt. Og svo heldur þetta bara áfram og áfram. Allt í einu ertu bara farin að vinna tvöfalt það sem þú byrjaðir kannski á. Já. Bara því það er búið að láta það fá einhverja tækni og eins og þú lýstir, þú vorst að telja upp póstföngin þín og miðlana sem þú ert á, sko, þú ert orðin bara eins og einhver kolkrabbi inn í þetta þetta netverk sem að raunveruleiki okkar er í dag, sko. Þetta er í rauninni orðin algjör, sko, þvæla og ég held að kannski áskorunar séu núna en að fara að einfalda hlutina, hvernig sem það á nú að gerast, sko. Einmitt, það er allavega mitt markmið svona næsta árum er að fara að einfalda lífið aðeins, að losa mig undan svona uppum og hinn og þessu, sko. Ég held það mitt og eins og við vorum að ræða í hádeginu, sko, það er verið eitthvað svona app til að einfalda þetta. Það er samt bara meira því sama, sko. Það maður komið með eitt app sem allar að einfalda öll hinn og allt í einu maður komið bara í eitthvað svona app manager í lífi sínu, sko. Maður það í rauninni í dag, sko. En ég meina af því að af hverju ekki bara hægt eins og í símanum, þá kemur alltaf, þú fær skilaboð hérna á Messenger, þá kemur svo fær skilaboð á bara X eða eitthvað og svo fær skilaboð hérna, þá kemur alltaf, af hverju ekki bara eitthvað app sem tekur bara nákvæmlega svo þetta kemur í tilkynningadæminu, tekur þetta bara allt saman. Text.com, það er ekki sponsorinn af þátt, sko. Er það til? Já, er og ég er með þetta í tölvunni hjá mér, Mackanum. Ég þarf að segja það. Og þetta er bara, á desktopnum hjá mér, þá er ég bara með öll spjöllin þar inni, það er bara með eitt
það er mjög þægilegt. Já, það Það bara batnar stundum. Já, ég mæli alveg með því. Það er hérna. En þú ert að ljúka meistararitgerð og það er nú áfangi í lífinu, þannig að ég veit ekki hvort ég hef búin að óska þér til hamingju. Til hamingju með það. Já, takk hérlega. Það er mín fyrsta og líklega eina. Og já, ég er bara mjög feinar að búa með þetta. En þetta var mjög áhugavert að fara í þetta ferli og spjalla við alla þessar sveitarstjóra einmitt þessar áskoranir sem að þeir finna alveg virkilega fyrir, sko, og bara svona, margir voru bara að tala um hvað makinn var orðinn þreyttur á þessu endalausu áreiti frá vinnu og annað sem að fylgir að vera sveitarstjóri. En allir voru einhvern veginn samt á því að þetta er bara, þú veist, þetta valdi ég mér, sko. Ef þú ert sveitarstjóri þá þarfstu bara að vera einhvern veginn reddi í þetta, en svo er þetta miklu meira en að segja það, sko. Já. Ég held að þetta sé bara yngri manneskju hollt nema við förum að setja einhver skýr mörk hvað varðar þessi rafrænu samskipti eins og ég reyna að fara inn á í ríkirinu, sko. Já. Þessi fækka þessum þessum distractions eða þessu áreiti, utanaðkomandi áreiti, Já, til þess að hámarka þá tíma sem fyrir það að vinna að einhverjum raunverulegu verkefnum. Já, og líka bara til að ná þessu endurheimt, skilur, Já. að þú náir að hlaða batterín þegar þú ferð heim og kemur þú tilbaka, því að ef þú nærð því einhvern veginn aldrei, þá þetta lang og viðvarandi álag sem að myndast þá annars, ef þú nærð ekki endurheimt, það enda bara með kulnun og það er bara líkaminn getur bara slökkt á sér, sko. Já. Og það hefur alveg orðið og fólk sumir ná sig ekki svona upp úr kulnun, sko, og meðan aðrir kannski alveg heillengi sko. Þannig að það er svona alveg bara mjög alvarlegt þó þetta sé andlegt álag, þá endar það sem líkamleg bara hvað disaster, sko. Já, það er þessi skaðlegu líkamlega áhrif streitu sem er bara hræðileg og ég held að þetta sé bara faraldur, sko. Já, ég held það bara líka. Og við höfum, Auðbjörg fór með henn á fund og ég settist á manneskjunni sem var bara ung og flott manneskjunni. Ég byrja bara að samtala og segja bara hvað ert á kulnunarskalanum, sko. Já. Og þú veist, það var svona, ég var engin spurt með þessu áður, sko. Nei. Þú veist, að því að við erum heldur ekki nógu kannski dugleg við það sjálf að setja okkur, bara upplýsa fólku, bara það er bara rosalega mikið álag hjá mig núna. Og sérstaklega ef þú kannski komin í svona einhverja leiðtogastöður þar sem enginn má sjá högg á þér, þú ert í stjórnaraðstöðu, þú ert kannski með eitthvað svona hangir á einhverju þræði, sko, að þú ert á hnefanum, sko. Sem ég held að mun fleiri séu heldur en að við gerum okkur grein fyrir, sko. Ég held það náttúrulega. Já. Ég held það og að því að ég held að ég er svona bjartsýnismaður á það, ég held að langflestir sem sækist í opinberar stöður og eitthvað svona sé gera einhverju svona hugsjón og vilja fara og láta eitthvað gott af sér leiða innan samfélagsins. Já. Gera gagn. Gera gagn. En svo náttúrulega þessar, er þetta öll þessi stjórnsýslulega ferli og þessi flækja sem við höfum búið til. Já. Og er eitthvað verið að koma inn á það, þú veist, hvernig svona umhverfið? Nei, ég fór þetta ekki mikið inn á þetta, þú veist, hvernig eins og stjórnsýslana virkar og svo kannski bara eins og stjórnmáli virka, þú veist, með hennan, ef við tölum bara bara svo pólitík, hvað var þetta að hafa, sko, meiri hluta og minni hluta, þú veist, hvert er hlutverk þeirra, þetta aðhald sem minni hlutin og maður sér svolítið eins og, þú veist, það er bara alltaf verið að reyna að klekkja á hinum, sína hvað þeir eru miklu vitleysingar eða þetta gengur ekki, staðan fyrir kannski að reyna að koma með úrbætur, það væri svona draumurinn minn fyrir minni hluta, bara, heyrðu, þetta er ekki nóg gott, ok, þú veist, það er ekkert mál að gagnrýna hluti, en hvernig get ég lagað þetta þá? Hvað ertu með eitthvað þá pælingar? Þetta er bara glada. Já, ok. Já. Ég skal finna út úr og svo finnur út úr þá bara, ok, þetta er gott hjá mér, þannig að finna eitthvað meira þessu, sko. Já. Og svo eru náttúrulega komið verkfæri eins og gervigreind sem að getur bara, stjórnarnarstæði getur notað þetta og stjórnarliðarnir líka, bara verið með, allt í einu þó bara, ef enginn lætur vita hann sé að nýta þessa tækni þá þetta bara að fara ein gervigreind að berast á móti annarri, sko, sem er svona skuggaeinleiðing sem maður er svona pínu smeykur við. Já, meira, ég aldrei spáði þannig. Nei, veist, það er náttúrulega bara það sem maður svona, það sem maður er að upplifa að heyra er að, þú veist, fólk í þessum störfum sem hefur unnið við þessa hröðu stafrænu stigmögnun sem hægt er að segja líka hafi bara svona pínu margfaldast í COVID-inu. Af því þá náttúrulega verður bara allt í einu miklu auðveldar að vera á, eða fólk bara vandist í að vera á fjarfundum, lærði á Teams, lærði á þessi lausnir allar saman og vera að vinna heima á sér og einhvern veginn svona tengingin styrkist að
að þetta fólk sem komið á þessa háa streyti það allt í einu sér þessa gervigreind og bara svona grípur þetta haldreipi og bara núna kemst ég yfir verkefnin mín sko. Já. Hún náttúrulega alveg frá, eða þú veist, ég rosa hrifinn af þessu gervigreind og hún hefur alveg nýst mér sérstaklega þú ert að komast yfir mikið af skjölum og reyna að átta og reyna að búa til eitthvað samhengi úr mikið af upplýsingum. Þá finnst mér hún alveg geggjuð sko. Já. Og þú veist, fá kannski ykkur 70-80 blaðsíðna skýrslu sem þú átt að lesa yfir og þú hefur kannski endilega tíman í það. Þá getur hentir hann inn og beðið hann að koma með eitthvað eins og það ekki bara, þú veist, úrdrátt úr þessu eitthvað. En svo á móti, þú veist, hún kannski að sleppa einhverju atriði sem er bara krúsjál í þessu, þú veist, þegar maður er erfitt að treysta henni líka á þessum fyrstu stigum. Þannig að ég er svona, ég er hrifinn af þessu. Já. Og ég mitt sko akkurat með þetta ég er búinn að segja fólk sem er að skrifa skýrslur og skrifa eitthvað svona mál og annað sko að þið verðið að fara inn í GPT og spyrja getur þú dregið þetta saman og sjá hvernig þetta kemur út sko hvort það sé að missa af einhverjum mikilvægum atriðum. Já, þannig að sko að búa til skjalið með þá bara hver að það mun einhver setja þetta inn. Þannig að svona optimæsa það fyrir gervigreind eða bara láta það fylgja með. Bara hér er skýrslan, hún er 80 blaðsíður og hér er samantektin, ég er búinn að fara í samantektina og það er allt í henni. Þetta frábær punktur sko. Af því annars fara bara 20 manns að gera þetta og úttækið er ekkert eins hjá öllum. Þá kemur bara 20 mismunandi útdrættir og það er bara mín gervigreind á móti þinni sko. Það Gemini er miklu betri sko. Já, hún sagði mér þetta er rétt. Já, nei, ég er með OpenAI, svo kemur við með DeepSeek og þá er þetta komið í heimspolítík og allt komið í einhvern út, sko. Já, ég veit ef ekkert að flakka þarna á milli, er svona mikill munur milli gervigreinda, bara hvernig svona, hún tekur á málunum og hvernig hún skilaði hann frá sér og... Já, bara talsverður, sko. Grok, til dæmis sem Elon Musk á, hann getur verið mjög orðljótur og þú getur stilt hann á svona rómansmót, þannig að þú getur, ímyndaðar hvað þú getur gert með Grok. DeepSeek er náttúrulega, af því það er kínverskt, að þá getur ekki spurt út í, hvað gerist á einhverju torgi í Kína 1989? Þá kemur bara eitthvað, ef við ekki að ræða eitthvað annað. Já. Það er mjög ritstýrt, sko. En þannig að þetta er svona pínu áhugavert að bera saman hvaða aðalatriði eru dregin vegna þess að það eru margir sem eru að reyna að mæla þessi módel sko hvar þau eru á pólitíska skalanum. Já, vinstri eða hægri. Já, oft eru þau nú talin tegja sig til hægri. En þetta er það er þetta sko að tækni, að þetta er að mínu mati eitthvað sem að þarf að skoða rosalega vel hjá opinberum aðilum og sveitarstjórnum og öðru vegna þess að þetta getur verið svo mikið haldreipi. Já. Að þú getur aukið framleiðniðina alveg stórkostlega, sko. Þetta er bara, já. En okkar, við sem mannskepna erum ekki hönnuð fyrir að hraða, sko. Nei, svo er nefnilega það. Fyrir hvað hraða erum við í raun hönnuð, erum ekki löngu komin langt fram úr okkar eigin hraða. Það held ég, sko. Já. Það held ég. Og við sem sko tölvuleikjaunnendur að þú veist, það er alltaf bara rosalega mikið áreiti sem að verður fyrir að spila tölvuleiki. Það samt einhvern veginn slekkur á mér sko. Já. Það gefur mér loksins einhverja taugakvíld sko. Þegar ég fer í tölvuleiki, þá er svo mikið í gangi, ég get ekki hugsað það. Og þá bara er ég bara, róandi, skilur það. Já, ok. Það er bara eitthvað svona eins og þá tekur bara vöðvaminnið yfir og hausinn á mér þarf ekki að hugsa lengur. Það er þetta góður punktur. En ég svona, þetta er samt öðruvísi, önnur svona, eins og ég allan fyrir svona öðruvísi streitu. Vegna þess að þegar ég var í öðru starfi þá átti ég miklu auðveldara með að spila tölvuleiki til dæmis þegar ég búin í vinnunni. Já. En núna þegar ég er í svona þekkingarstarfi sem ég þarf að vera að nota hausinum mjög mikið allan daginn, þá finnst mér ég vera stundum þreyttur, sko. Næ ekki upp þessu kognitív til að spila, sko. Kannski að því maður er keppnismaður. Já, það er náttúrulega yfir áhrif. Ég hef ekki farið í Hearthstone, ég þarf að kíkja á það. Hann er góður, sko. Mæli með Battlegrounds. Í Hearthstone? Já. Kostar ekkert. Nei. Geggjaður. En þú segir að þú notaðir GPT í að gera ritgerðina. Já, ég reynda og ég var í rauninni hvattur til þess líka. Ég ræddi það við mína leiðbeinendur og þau hvöttu mig til að reyna að nýta mér gervigreind eins og ég gat bara. Og mér fannst það mjög spennandi að reyna að nýta mér líka bara því þá læri ég svolítið inn á notatólið.
Og það var oft mjög gott sérstaklega til að gera einhvers konar uppköst og svona, en svo lendi ég líka alveg í talsverðum vandræðum og þú veist, skjölin rauninni sem ég er liggjað baki þessar ritgerðar sem eru komin úr gervigreindinni er ábygglega hátt í 500 sko. Já. Þannig að maður þarf alltaf einhvern veginn að vera bara ok, þetta er ekki alveg nógu gott og svo endar á rauninni kannski inn í enda þegar kannski bara að skrifa þetta sjálfur. En þú ert í rauninni að skrifa þetta bara með endalausum endurgjöfum og að fá allt og svo reyndi ég að fá hana til þess að hlusta á viðtölin sem ég fer sérst og tek viðtöl með bæði með síma og keypti mér eitthvað sérstætt upptökutæki og svo náttúrulega enda ég auðvitað að nota bara símana þegar hann einhvern veginn þess að ég var að kenna ljósmyndun og kom alltaf krakkandi bara með síman og ljósmyndun var alltaf betri þegar mér bara nei, við verðum að vita hvað þetta gengur þannig að ég nota og þá fekk ég til að hlusta og tjatti var ekki alveg nógu gott í því og þá leitaði ég á forrið sem heitir Hreimur sem er hjá Miðeind. Keypti mér þar áskrift til þess að geta hlusta á þessi viðtöl og það skilaði mér einhvern svona textahrúgu sem ég svo færði yfir í tjatti og þá náði að vinna út úr og skilaði ágætis árangri. Ekki alveg eins góðum ég viljað. Nei. Þannig þetta var eina sem ég fann. Svo reyndar fer ég og fer með minna jómfrúðaræðu á Alþingi. Fer þetta svo niður og kíkja á net Alþingis og þá er hún bara orðrétt komin inn á netið. Þá eru þau að nota eitthvað, væntanlega AI sem að hlustar á ræðunar og spýtið þeim út. Já, ég held að þessi nota Tyro. Tyro? Já, ég held að. Það er allavega mjög gott fyrir þetta. Já, þetta er orðið mjög fínt og það sem við notum í þessu hlaðvarpi, það er líka bara lausn sem við keyrum hérna á velbúna hérna staðnum og það er líka bara mjög gott og það er keyrt af módeli sem byggir á OpenAI en er búið að fínstilla á íslensku. Mér finnst sko oft íslensk máltækni hefur farið alveg ótrúlega mikið fram og er nú líka eins og þú hefur kannski tekið eftir hvenær byrjar að nota AI? Hvernig spjallaði GPT? Það er bara 1-2 ár síðan sko. Það fyrir náttúrulega ég nota mest bara til að gera myndir sko. Það fyndið og skemmtilegt en ég hættur eiginlega að googla. Já. Spyr frekar AI bara. Hún kemur bara með svar. Það verður ég þurfa að googla eitthvað og byrja svo að leita svarið. Skilur mig. Þannig en mér væri einhvern veginn, maður veit bara tjattið en svo þú komað strax með eitthvað Tyro og eitthvað aðra lausnir í þess að vilja vita þegar ég var að byrja að vinna hérna að ég að láta greina þessi viðtöl og hlusta á þau sko. Þannig en þetta er svo spennandi að þegar maður veit einhvern veginn þetta á eftir að vera svo gott. Þú ert bara að koma með þinn eigin rauninni aðstoðamann og sparar hellingsvinnu og peningan og alltaf. Ég veist ekki að senda þetta á einhvern læknaritara sem hefur tekið einhverju 2 vikur í að skrifa þetta allt upp eða einhvern veginn þannig. Akkurat. En það er þetta stöðuga eftirlit sem er samt svona, þurfa að kíkja á allar heimildir, skoðar allar, það virkar, þetta góðar, þetta réttar heimildir. Þurfa að lesa viðtölin alltaf, nei, það er ekki náttúrulega gott og aftur að spegla alltaf í gegn þannig að það komi rétt út. Það getur verið svona lígjandi og þreytandi til lengdar fannst mér við að nota gervigreindina. En þetta er samt rosalega gott fyrir gaurinn svo mig. Sem á erfitt með að setja orðinu á blað. Já. Skilu, og ég á mjög erfitt með svo bara að byrja. En við komum á stað og þar gengum við vel og þar er gervigreindin alveg geggjuð í að hjálpa manni. Já, þegar akkurat að smíða einhver texta og aðstofa við að raða upp þessum orðum einhvern veginn rétt, sko. Já, þú veist alveg hvað þú ert að reyna að segja. Þú getur ekki alveg komið frá þér og hendur þessu upp og þá kemur ég á, ok, þetta er kannski ekki alveg, breyti þessu, þetta er ekki alveg. En þá ertu samt komið með einhvern ramma til þess að vinna. Akkurat, þú ert komið með einhvern ramma til að vinna út frá og þetta er bara eins og það sem maður hefur sagt að sko gæði textans er ekki sko hvort að upprunni þeirra sé taugabóðum út í puttana til að slá á lyklaborðið. Nei. Heldur það er hugmyndirnar sem eru að gerast innan með þér, hvernig þú tekst að túlka þær fram og þó að þú fáir einhvern aðstofamann til að styðja þig við að koma þínum hugmyndum fram og vinna með þér. Það verður bara betra fyrir alla. Ég held það bara. Já. Ég annars hefði bara skrifað þessa ritgerð í svona 3 blaðsíðum sko. Já. Bara straight to the point en þá vantar allan rökstuðning og uppbygging og vantar svo mikið inn í þetta sko. Já. Og svo er þetta svo flott eins og þú gerir að þú náttúrulega ert vanur að koma fram að kemur og kynnir verkefnið. Og flytur bara fínt erindi og með þarna teikningar sem hún gerir sjálfur. Já. Og fannst það svona ansvar við tjatinu. En ég meina, þú veist, þetta er samt það sem fólk er að gera núna. Hugsandi fólk er einhvern veginn svona, ok, hvernig get ég sett minn
að mín mannlega hlið að mitt sérkenni skín í gegn. Þetta ég bara fyndi að að ég hef verið að vinna fyrir fyrirtæki, ég ætla ekki að nefna það sérstaklega, þau leita til mín til þess að láta mig teikna fyrir sig glærur. Skilurðu? Af því þá fólk svo þreytt á að lesa bara texta eða kassa sem eru bara alveg ferkantaðir. Þegar leið og sér það eitthvað mannshönd sem skelfur smá og segir eitthvað, þá lifnar yfir fólki og það er bara sýnt sig og svo er verið að nota þessar glærur í fyrirlestur og annað og þá er alltaf vakna fólk bara, það sér að þetta er ekki bara eitthvað auto-generated út úr einhverju, þarna sat einhver gæi og var greinilega að spá í þessu og reyna að búa til mynd úr erindinu. Já, og mér finnst það bara koma nefnilega virkilega vel út að þú kynnir þetta eins og fræðiverkið sem þetta er, unnið eftir þeim ritual sem alltaf bara þarf að vera þannig. Og svo, þú setur þetta touch á þetta að sýna þessar myndir, mér finnst það bara frábært, sko. Já, ok. Að því mér finnst það einhvern veginn líka bara því þú ert náttúrulega búin að leggja gríðarlega mikla vinnu í meistarverkefnið. Að koma og flytja það. Já, flytja verkið. Já, þetta er alltaf öðruvísi heldur, þetta er bara vanur að syngja eitthvað texta fyrir bara ákveð með menn á bækur sér og tónlist og eitthvað. En að standa eitthvað einn og svo fattaði ég reyndar rétt orðin í fóra, þetta er bara kynning, þetta var ekki vörn, það var ekki verið að fara að reyna að punda á mér eitthvað. Nei. En þetta er, já, það hjálpar vissulega að vera búin að fara á svið. Fara í pontu áður. Já, fara í pontu. Á Alþingi. Já. Þú kemur kjörinn þá bara í haust, var það ekki? Já, ég er varaþingmaður. Samfylkingar? Já, í Suðurkjördæmi. Þannig að þegar ég er í 3. sæti, og fyrstu 2 sæti komist inn, þannig að ef annað þeirra getur ekki verið í viku eða meira, þá detti ég inn og þá reynir maður að fara í pontu bara til þess að halda sig heitum og reyna að segja eitthvað og þá þarf maður að reyna að koma textanir á blað. Þá var ég að reyna að tala um þetta og fer með það í chati. Og það hjálpaði mér, alveg báðum ræðanum mínum allan sem ég flutt, sko. Og svo það maður að fakta og tala við aðila og svona. En enga síður, þannig er svo góður svona byrjunarpunktur, finnst mér. Geðum með smá ramma og svo get ég fara unnið út frá honum. Já, og þetta er frábært það einmitt að fá þig til að segja þetta, sko, vegna þess að ég held að þetta er líka svona pínu falin áhrif. Og að því að þú segir þetta, að þá bara svona þú ert að nýta þetta til þess að einmitt auka gæðið þín og flytja eitthvað fram, varaþingmaður, þú ert kannski ekki að fara vandamál sitt og svona en svo á mínum mati þá er alveg svona flipped ship á þessu, vegna þess að það er líka hægt einhvern veginn að sérstaklega hjá löggjafanum eða framkvæmdarvaldinu ef það er svona verið að nota þetta til þess að finna einhverja bestu leiðir til þess að koma einhver agenda á sem samt ekki gagnsæ notkun. Nei. Þetta eru náttúrulega stórfyrirtæki í Bandaríkjunum sem eiga þetta. Já, náttúrulega ef þetta fer að snúa einhvern veginn skoðunin eða hafa einhver pólitísk áhrif, þá er þetta náttúrulega stórhættulegt, sko. Já, ég held að það sé í raun og veru og ég skrifaði einhvern tímann að að óheft notkun stjórnvalda á gervigreind gagnvart þegnunum, sko, og þegnandi myndi ekki vita af því, sko. Það er svona eins og þeir var á þríhjóli en allir hinn á einhverjum Teslum, sko, stjórnvalda Teslum. Já. Fólk heldur bara ekki því. Já, en svo líka, þegar búið að útvista einhverjum þáttum til tækninnar, sko, þá er líka spurning hvort það eru ekki áhættu með hvort það er að taka það tilbaka, sko. Já, ég náttúrulega, það þarf eitthvað, mér finnst allan að ekki komið einhver svona, það er ekki að fara að koma eitthvað regluverk í kringum þetta allt. Evrópusambandið er búið að vera að berjast í því að gera reglur, en einhvern veginn, sko, formið á þessari tækni svo er bara eins og eitthvað slím, sko. Þetta bara breytist viku frá viku, en þannig að þess vegna held ég svo mikilvægt að halda í svona megin prinsip og reyna að fetta einhverja slóð í þessu þannig að þetta verði nú svona flestum til góðs. En ég held að við munum sjá meiri svona tilraunir til reglusetninga og svo náttúrulega líka þegar þetta fer að birtast okkur í kringlunni, svo Ari Kristinn minntist á, sko, þegar þegar var að koma eitthvað vélmenni. Já, þegar vélmennin verða komin lengra, af því að
bara Þú heldur að það sé fara að gera þú segir verðu, það er bara það er náttúrulega komni bara eins og í San Francisco og víðar eru komni leigubílar sem ekki með bílstjórum og þú sest bara inn í bílinn og hann heilsar þig bara og segir góðan daginn og svo bara situr þú og bílinn keyrir eitthvað. Það er eitthvað drónabíl, sko. En fyrsti bílinn, ef við komum til Kauphæsir þannig bíl og væri svo bara að sitja aftur í á leiðinni í Laugaveginn, þá myndi löggan koma og stoppa þennan bíl og segja, heyrðu, hvað er í gangi hér? Er ekki eitthvað lög sem segja að það þurfa að vera bílstjóri? Þá getum við farið að stoppa það, sko. En á meðan þetta er svona, hvað segja, á bakvið lukta, í þessu skýi, í þessu netverki sem að internetið og þetta stafræna umhverfi þetta er ekki áþreifanlegt. Þá er það held ég rosalega erfitt, af því hvernig ætlar að framfylgja því? Svo er það. Það er eitthvað svona Wolfenstein, svona... Það verður, eins og, sko, við kannski ræðum þessu um tónlist. Þarna ertu með gervigreindir, hún alltaf byggir þá tónlist sem hún býr til úr verkum einhverja annara. Hún býr hann ekki til frá grunni, hún sest ekki við eitthvað hljóðfæri eða... Þannig hún byggir á verkum, allan eins og ég skilja og hef heyrt að þá er hann að byggja á verkum annara en enga síður þá fá þeir höfundar ekkert fyrir þá vinnu, skilur. Þannig að þá bara tekur hún hérna frá þér, þitt verk og kannski frá mér, býtir eitthvað lag á því og kallar það sitt og við fáum ekkert þó sem við séum í rauninni grunnhöfundar verksins. Já. Það hlýtur að vera hægt einhvern veginn að skikka þessi fyrirtæki eða eitthvað til þess allavega að sýna hvað þeir fá efnið sitt og þar af leiðandi væri þá hægt að gera eitthvað gröfum einhvern höfundarétt eða laun eða eitthvað. Já, það er mjög flókið framkvæmt. Já, ég trúi því. Já, því að, sko, ég veit ekki hvort þú viti hver Mark Zuckerberg er, sko. Kannast við kauða. Kannast við kauða, sko. Og maður var að bjóða mér í einhverja metagrúpu. Já, maður var að bjóða það hvað heitir myndir áttur að það er social network. Já. Þeir tóku daginn þá komast þeir að því að það var búið að taka, sko, mörg þúsund bækur, bara nýjar bækur og hlaðin hjá þeim og þeir eitthvað svona, það les ekki bækur, sko. Og hvað ætlar að gera? Ætlar að fara í máli Facebook? Bara, auðvitað, prinsipsins vegna, jú. Og ég er alveg sammála því, sko, að þetta er ekki gott. En svo aftur á móti er þá spurningum við, þetta er svona er þetta, svona er staðan. Og hvað verður, og ég var sem talaði, sko, hvað ætlum við að taka með okkur í gegnum þessa öldu, í gegnum þessa byltingu, hvað ætlum við að halda í og hvað getum við að halda í og hverju þurfum við að sleppa. Já. Og ég held einmitt að þeir sem eru í skapandi greinum, hvort sem er músík eða grafík eða hvað sem er að, og líka fræðimennskunni eins og þú varst að gera að sko, kröfur til gæða munu bara aukast og kröfur til authenticity að það sé eitthvað frá manneskjunni sjálfri að því það geta allir komið og haldið geggjaðan fyrirlestur, sko, að því að þú les bara deep research geran eða eitthvað. En þú veist, það er hvað... Ég prófaði að láta chati gera minn fyrirlestur, það var glata, sko. Já. Því miður. Já, því miður og en svo eru aðrir orðnir verulega flinkir í því, sko. Já. Þannig að, og þá líka ég sagði við einhvern sem var að spyrja mig út í þetta og ég sagði, þú eru náttúrulega átt á því að ef þú lætur GPT gera fyrirlesturinn fyrir þig, þá ert þú bara að flytja fréttir frá við-fréttinni, sko. Já. Þá ert þú bara milliliður. Já, í rauninni, já. Þá ert þú bara milliliður gervigreindarinnar, sko. En gæti þetta orðið að þú talar eins og myndlist og svona, þú veist, authenticity, gæti þetta kannski leitt til þess þá að svona verk sem eru þá hönnuð af bara alveg fólki, ekki í gegnum einhverja gervigreind og þau verið verðmætari. Já, ég held það. Og skilur, en hvernig, og hver að þá greina þar á milli, það er alveg erfitt. Ég er að sjá hvað er ekta og hvað er framleitt af gervigreind. Sko, mælum við hlustir á Tolla, sko, sem var í síðasta þætti, vegna þess að hann afgreiðir þetta mjög snyrtilega. Já. En svo líka því ég kynntist aðeins og þekki aðeins til hans Chris Burkhardt sem er ljósmyndari. Já. Var með einhverja milljónir fylgjenda á Instagram og mikill meistari, sko. Já. Og hann var einmitt í hlaðvarpi sem ég var að hlusta á og hann var að spyrja út í þetta, þú ert ljósmyndari, hefur ekki áhyggjur af því að, þú veist, gervigreindi fari bara að gera allar myndirnar og þá segir hann, nei, fólk er ekki að fá mig til að fá góða mynd, þú veist, það geta allir tekið góða mynd, þú veist, hann tekur mjög góða myndir, en þú veist,
það er að fá einhverja sögu, þú veist, með myndinni, þú veist, eitthvað, það er eitthvað moment sem hann er að ná, þú veist, það er eitthvað sem hann er að ná í augnablikinu sem að hann tekur myndina, sem er ástæða þess að, þú veist, fyrirtæki fá hann til þess að gera þetta, hann hefur eitthvað auga, eitthvað, og það er alveg sama með, sko, held ég, í músík, sko, að þú veist, að músíkin einhvern veginn, gervigreind getur gert alveg ótrúlega flott lög, sko. Alveg fáránlega, sko. Grípandi og... Já, ég hef stundum bara hrist hausinn bara, hvað er ég aðeins? Já, við hvernig er ég að keppa? Já, þetta tók mínútu og ég hef búin að vera kannski að klóra mér í hausnum og labba þetta fram og tilbaka og búin að reyna að semja eitthvað á gítarinn eða á píanóið eða eitthvað, gengur ekkert. Svo fer ég bara á hérna templa og þetta er bara tröllu gott, helvítis. Helvítis, já, bara... Maður fyllir svona vonleysi bara, Ég veit það, en þá og ég gerði þetta í sumar, ég var í samskiptu þá við hérna Hörð Halldórsson, tónlistamann, að ég gerði 12 laga plötu og gaf út á Spotify. Tók mér svona rúmlega kannski 2 klukkutíma frá því að mér datt þetta í hug og þá til að ég var búinn að koma þessu inn og svo var þetta komið á Spotify daginn eftir. Það er rosalegt, sko. Það er rosalegt. Já, og hann bara, ég sendi honum eitthvað á Facebook og eitthvað sýnum um þetta og lefði honum að hlusta á lögin og hann bara eitthvað, þetta er góð lög. Og hann eitthvað að berjast með þarna 10 gítara og reyna, þú veist, gera og græja, búin að vera 2 ára að taka upp einhverju plötu og ströggla. Já, sem kostar, sko, by the way, bara að fara í stúdíó og fá allan þann mannskap sem þar þeir kostar líka ógeðslega mikið peningum. Já, svo tók ég plötuna niður á Spotify, sko, því þar með lauk þessari tilraun mér, sko, því bara virðingu við tólestamenn, en svo sér maður, sko, bara, ok, það eru fullt af plötum á Spotify sem eru bara búin að þeirra gervigreind. Þá er spurningin, akkurat, þú veist, þegar þú ert með gítarinn eða með hljóðfærið eða hvað sem þú átt að gera, þú veist, þú ert að reyna að skapa eitthvað sem er inn í þér, þú veist, að búa til einhverja mannlega tjáningu sem verður þá til þá og það getur virkað miklu meira á fólk held ég heldur en einhver svona þessi tónlist sem að gervigreindin býr til þó að ég held alveg að tónlistamenn sem að geti nota gervigreind sem hlut af sköpunarferlinu það sé alltaf Já, alveg sammála því en kannski líka bara sem söngvari að þarna kannski kemur ágætis punktur að leyfa sér að vera falskur Já af því að þá veit, þú veist, það er engin fullkominn söngvari, þú veist, það fara eiginlega flestir í dag í gegnum eitthvað svona autotune eða röddin er löguð eftir á. Þú tekur 1.000.000 tökur og valin besta takan eða kannski aðeins laga hérna, aðeins hérna og hérna og þegar þú heyrir gervigreinda lög þá er alltaf röddin alltaf bara í tune, hún er bara spot on. Þannig að þá hugsa maður, kannski ættu þið þá bara að fara að sleppa þessu autotune, ná bara góður tökur en ekki fullkomnana. Það er kannski í þessu ófullkomlega sem að mennskan gæti kannski skinið í gegn og fólk kveiki pínu á því, eða skilur við? Já. Þannig að kannski að, þú veist, ef þetta sándar alltaf læga kannski að leyfa þið bara að flakka og þá kannski finnur fólk að með taka, já, veist, það er eitthvað tenging og svo náttúrulega líka bara í live-spilamennsku. Það er ekki við komum ekki í veg fyrir það, held ég. Gervigreindin eða hvað, erum við að fara að fá eitthvað bara holograms af einhverju liði sem bara eru Bítlarnir að fara að koma og vera með World Tour bara aftur. Ég meina... Þeir eru kannski búin að byrja þér á því. Var ekki ABBA daginn? ABBA aðeins og alltaf fræga fólki er að selja raddirnar á sig núna til Amazon, þannig að þú getur bara fengið... Panta bara... Hvernig þú vilt láta lesa þessa hljóðbók, sko. En ég held hins vegar að setja á mjög áhugaverðum stað, akkurat þarna sem var staðan, með því að segja. Og þetta held ég að tengist, ég ætla að prófa þessi tengingu. Já. Aftur að erindinu hjá ritgerðinni hjá þér og svona, að það er þetta sko með að leyfa sér að vera falskur, með að leyfa sér að gera mistök. Að því ég held að við séum með svona ótrúlega mikinn ótta í þessum samfélagi sem við erum í dag, að vera berskjölduð gagnvart ófullkomna leika okkar. Já. Og að því þá fær fólk högg á okkur. Já, einmitt. Sverrir Bergman er falskur á nýju plötunni. Já, þú búin að heyra þetta. Hann er búinn. Já, þetta er búið. Já, eða þú veist, eða þingmaður mismælir sig í pontu, eða þú veist, segir eitthvað óvart eitthvað vitlaust og þú veist, hann er bara var ekki félags, og barnamálaráðherra núna sem var eitthvað fréttunum sagði eitthvað vitlaust, sko. Og þetta kemur bara netið þetta í 5 mínútur. Já, og væntingarnar alveg fáránlega til fólks og það bara alltaf verið einhvern veginn fullkomið. En það kannski, þá verður til þess að hið ófullkomna verður að einhvers konar gæðamerki eða skilur það
fólk fyrir alltaf kannski að leita í það loksins, það er bara búið að fá ógeðið allt sem fullkomið. Já, bara... En það er ekki annað sem við virkum, við endum alltaf á að fá ógeð, þetta fer alltaf í ringi og svo allt inni verða þá kannski bara falskast í gæinn, besti söngur. Nei, það verður aldrei það. Það er þetta jafnvægi, það er þetta þessi glundroði sem að svona iðnbyltingar og tæknibreytingar fela í sér, það er glundroðin sem skapast og ef það kemur út í því bara, við þurfum bara átt okkur á því að við getum ekki elt fullkomnunina sem manneskjur, sko. Gerum við það einhvern tíðan, ná einhvern tíðan að ekki alltaf eitthvað að reyna Donkey Kong, guðarnir, sko. Já, þú veist, reyna að gera sitt besta en einhvern veginn vera meðvitaður að maður ef maður ætlar að setja þessar kröfur á sjálfan sig, þá held ég að maður geti brent sig út hansi hratt, sko. Já, ég held að það sé nefnilega ekki svolítið að gerast. Í samfélagi í dag, svo átti ég þetta mjög bara með alla þessa notkun líka bara miðla og annað. Athyglisvert að ég var á bæjarstjórnarfundi í gær í Reykjanesbæ og við erum með mjög öflugt ungmennaráð og þar er bara kom ákall bara frá börnum í grunnskóla Reykjanesbæjar bara getum við gert eitthvað til þess að fara að kenna foreldrum okkar hvernig á að nota netið. Já. Þau eru bara í ruglinu og það hefur alveg áhrif á okkur, þú veist. Þau eru að láta okkur fá síma allt og snemma og ég var ekki tilbúin að fá hann að síma þarna. Og þau kynna okkur ekkert fyrir hættunum sem liggja baki, hvað er rétt, hvað eru falsfréttir, ég held þetta. Foreldrar okkar kunni ekki á þetta, getið þið please gert eitthvað og þá erum við hérna bara, við erum á sama aldur og foreldrar eitthvað. Þá fattar maður að við erum kannski svolítið vandamáli þegar við erum alltaf háar raddir símanótkun í skólum og annað. Þetta er alveg svona það er þessi vandi hjá okkur hvernig eigum við að beisla þessa byltingu, tæknibyltingu sem er að eiga sér stað núna í þessu svakalega upplýsingaflæði og kerfigreind og þessu stafrænu stigmögnun. Bara, fer þetta kannski bara að vera komið gott? Ég held að það sé á mjög mörgu leyti að það sem að held ég birtist og ég er alltaf að vitni sjálfan mig, sko, ekki sjálfan mig, vitni fyrir gesti, sko. Svo sem er Continuity, Continuity, já. Það er Sean Rife, hann er meðstofnandi Sæt sem við erum komið hérna í háskólanum. Já. Ég spyrir svona, hver er draumurinn þinn gagnvart tækninni? Og ef við horfum á vísindi og bara fræðasvið, að það er að birtast, sko, framleiðsla á ritríktum fræðigreinum er bara, þetta er ekki smá versmiða, sko. Það er enginn sem kemst yfir þetta. Hann sagði draumur minn er að það verði minna en betra. Og það er einmitt og svona konsensusins einhvern veginn sem ég fengi frá þeim sem ég hef rætt við þetta sem er kannski svona mikið involveraður í tækninu og svona sjá aðeins svona kannski lengra að þú veist að tæknin taki við þeim hlutum sem eru svona leiðilegir og einhver svona endurtekin verkefni sem að er ekki svona þeir þurfi ekki þessa mannlegu nánd eða tengingu sem þarf og gefa þá manninum svigrúm til þess einmitt að þú veist fara í göngutúrinn eða setjast í sófann og leyfa hugmyndum að flæða, sko. Af því að annars eru bara hlaupabrettinu allan daginn, sko. En svo, einmitt, svo bara hrættur eitthvað hver stýri því þeirri þú veist, notkun þeirri skiptingu hvað er ef þú veist að segja, skilur, hvað er eitthvað sem er leiðilegt og þyrfti bara að taka saman og færa til hliðar. Er það gervigreindin? Er það eitthvað? Gervigreindar eftirlit? Gervigreindar eftirlit ríkisins? Já, reyndar, sko, við höfum alltaf, sko, það er alltaf, bjúrókrasía í sjálfu sér er alveg ofboðslega fallega mörgu leyti og bara, ef maður skoðar til dæmis að því ég var í brunavörnum, maður skoðar bara sögu brunavarna. Og það er ofboðslega merkileg bók sem fjallar braggahverfi í Reykjavík. Það var alltaf að brenna braggar og bara fólk að missa heimili sín og slys og alvarlegt og eitthvað svo þetta er rafmagn, þetta er bara eitthvað rugl, sko. Þetta er bara eitthvað stangir sem kemur inn og þetta er allt eitthvað bandarískt drasl og það er bara stofnaður einhver rafmagnseftirlit ríkisins og rafmagnsstjóri Reykjavíkurborgar og það er bara unnið í þessu, þetta er bara gert öruggara og svo bara vindum við einhvern veginn ofan þessu svo bara, þú veist, 50 árum síðar, þá var þetta bara allt miklu betra. Þetta tók 50 ár. Já. Ekki 50 ár, þetta tók samt að 30 ára eða eitthvað, frá því að vera bara, að það brann allt, yfir það bara
herðu, við erum bara komið nokkuð gott brunaöryggi. Já. Og það held ég sé líka kannski eitt sem við þurfum að sætta okkur við. Það er þessi sko, nefnilega akkurat sko að ef að þú gefur út plötu og þú leyfir þér að hljóma eins og bara bara eins og ég er. Já, bara. En svo myndi kannski einhver annar gefa út plötu og bara max hérna pottet sko. Og svo er eitthvað svona tension þarna á milli sko. Að þú er þitt réttara heldur en hitt. Eða, Já, hver á að greina þar á milli. Hver á að greina þar á milli. Þannig að ég hugsaði einhvern veginn sko, við erum svona eins og samfélagið okkar er einhvern veginn svona allir svo Formúla 1 keppendur sko. Það getur enginn hægt á sko, af því þá upplifum við bara næstu tæki fram úr. Þannig að þetta var svona höfrungarhlaup. Já, einmitt. Það er líka einmitt eins og kannski þessi mynd sem birtist á samfélagsmiðlum og annað. Maður þarf alltaf að minna sér regla að fólk er ekkert að birta mynd af sér í sínu versta ástandi. Það birti bara myndir af sér í einhverjum áföngum og svo í sínu besta áfangi. Þannig að eitthvað mikið skemmtilegt í gangi. En þegar þú ferð inn á Facebook þá áttu bara að búast við því að fólk er bara í toppmálum. Það er ógeðslega gaman í öllu nema þér. Skilurðu? Já. Ekki búast við því að sjá eitthvað, reynir samsvara kannski eða líður illa þann dag eða eftir eitthvað niðri fyrir eitthvað. Þú fáir eitthvað þar sem að lyftir upp. Ég myndi allan að ég reyna að passa mig á því sko. Já. Já, það er svo óraunhæf mynd sem birtist okkur, finnst mér allavega. Og liggur við því eftir því sem að, eins og með pör og annað, því hamingjusamari sem þau eru á Facebook, því mjög líklega óhamingjusamari við erum því. Það er svona Já. Ef ég heyri ekki vinnu mínu lengi á Facebook, þá bara veit ég hann í toppmálum. Allt í toppmálum, sko. Það er hérna, þetta er, og einhver leyti, sko, er þetta þessi vörpun sem við horfum á þennan hliðarveruleika sem er til á internetinu. Af því að þetta er ekki veruleiki sem birtist okkur í raunveruleika. Það er bara ekki skoðanaskiptin sem eru á X eða hérna, draumkennda ástandið á Facebook. En samt erum við einhvern veginn stundum kannski að reyna að lifa það. Já. Svona ströggla svolítið í því að vera þessi típa sem birtist á. Já, og reyna að henda inn einhverju, svo sjáðu það nálega líka gaman um mér stundum. Það er líka gaman um mér, já, stundum, já. Það er alveg partí. En svo er það bara birtast, ég veit ekki hvort það sé bara að við sem vorum meðvitaðir eða hvað, en allan að líður mér þannig, og kannski er það aldrun eitthvað, en mér finnst eins og vanlíðan hafi aukist í samfélaginu. Það sé orðið miklu meira ákall á að fólki líður bara verð. Þú veist, það hlýt og það gerist á þessum tæknitíma, þannig að tæknin er mögulega, eins og þú segir, þetta kapplöp er bara að klára alla. Já. Fólki líður bara illa, segir bara, ég get ekki tekið þátt í þessu, ég bara, þú veist, bara geta ekki, en enni ekki, hef ekki resursana í það og bara ekki hugaraflið, sko. Hvað þá bara brennur út og verður eftir, bara... Já, bara kemur ykkur annar. Bara bensínlaus, út í katti, og enginn að koma og skipta dekk eða dæla þig. Og þess vegna held ég þessi rosalega margir á sama báti og þú ert að tala um og bara ég sjálfur líka, sko, maður er einhvern veginn svona markvisst að reyna að skapa sér rými fyrir ró og hægja á. Og svo náttúrulega síminn manns er bara eins og einhver sígarettupakki, sko. Bara maður klappar, bara eitthvað, aðeins að maður er alveg, sko, reyna að taka svona stafrænar föstur, sko. Stafræna föstu? Prófa það. Já, ég mæli alveg með, sko. Kann ég gera það núna þegar ég búið með það blessuðu viðgerð? Já. Ég taka mig bara stafræna föstu. Af því að þú talaði líka í erindinu sem mér finnst nefnilega svolítið skemmtilegt að tala um þessa mikilvægi endurheimt. Já, á endurheimt. Á endurheimt. Og af því að og það er eitt bakki örlítið að þessi sko öðruvísi streita vegna þess að streita getur verið svo ólík og í starfi mínu áður sem viðbragðsaðili að þá náttúrulega er þetta svona ótrúlega verkefnamiðuð streita. Þetta er bara svona tónleikar. Þú kemur á tónleika, þú ert bara fyrirldi í maganum og eitthvað allar að fara að gefa eitthvað geggja performance, sko, og svo ferðu út og undirbúa vel og eitthvað stendur vel, tónleikarnir eru búnir, Já, þá er bara Já, og þú veist, þannig var þetta í slökkviliðinu og sjúkraflutningunum og það fer í eitthvað aksjón og bara erfitt og alls konar og svo bara svona allt í einu maður komin aftur inn á stöð og svona, herði ég að fara í hérna gufu og ræða þessu þetta og svo bara svo bara einhvern veginn fór maður heim og bara eitthvað, herði það er ekki mikið sem ég skildi, það er ekki mikið eftir hérna sem ég þarf að vinna úr, sko.
en aftur á móti þessi verkefni sem við erum að horfa á í þessum störfum eins og þau ekki svona, sko. Nei, þú færð aldrei þetta af því það bara annarkvort, sko, tekur eitthvað annað strax við í rauninni. Já. Það bara, þú klárar verkefni en í rauninni aldrei almennilega. Ekki finna að ég komið í framkvæmdi eða eitthvað annað. Þú átt líka að vera eftirfylgni seinna meir og þá ferðu bara næsta og svo næsta aftur tekur svo fyrsta og svo einhvern veginn, þetta bara endalaust. Já. Það einhvern veginn, þú hættir aldrei að vera, þú veist, eins og kannski í brunavörnum og þá eru bara vaktaskipti. Það ekki vaktaskipti hjá sveitarstjórn. Þeir bara eru sveitarstjórn. Þangað til að þeir hætta bara. Já. Er það kannski bara að þið talar menningarlega umbreytingu? Já. Veist, og þetta eins og við komumst inn og erum búin að tala okkur niður á það að akkurat þetta moment. Já, þetta. Ég gerði eitthvað verkefni hérna, ég búinn að gera mitt besta og það klárt. Það búið, það farið. Veist, ég veit ég þarf að gera þetta aftur, ég veit ég þarf að syngja aftur á tónleikum, en þá æfi ég mig og þá græja ég mig og gera það og svona. En þessi partur, honum er lokið. Ég ætla að fara í endurheimtina, sko. Já. Þetta skipulags. Við þurfum meira þessu. Við þurfum meira þessu. Við þurfum að spyrja GPT. Meira andvarp. Hvernig get ég andvarpað oftar yfir daginn? Á jákvæðan hátt. Akkurat. Ekki eitthvað, heldur, Upplifa það maður. Meira amin og Ég held að ég ætti að skoða þetta betur, að ég held að þetta sé, að því ég held bara. Ég tengi mikið það sem þú segir með þetta þegar maður fer í eitthvað massíft streita ástand sem reyndar yfirleitt fyrir tónleika. Og svo ferðu bara og gerir, þá ertu í einhverju semi-júfóríu bara þannig, þú ert bara að akta. Þú ert bara í einhverju adrenalínu og ert bara í einhverju rugli. Og svo bara það búið, þá færðu þetta. Já. Þú bara búinn sveittur eitthvað á bakvið, helst bara láta henni í friði, eða líður bara vel. Já. Sáttur með þitt, sáttur í þínu. Já. Áttar örgulega því að ég náði ekki öllu. Nei, það gengur aldrei allt upp eins og heilt yfir. Heilt yfir, góður. Ég held að þegar ég færist yfir í akkurat í þennan bransa svona þekkingarstörfuna þá ég svolítið svona komast svolítið inn á þetta. Það vantar svolítið þessa stemningu, sko. Já. Hvernig búið hana til? Taka svona túr, sko. Já, taka svona. Og sérstaklega þegar við erum komið með einhverja tækni og farin að beisla einhverja ofboðslega öfluga tækni svo gervigreind sem getur hjálpað okkur rosalega mikið í upplýsingaöflun og setja fram skýrslur og allt saman og svo erum við bara orðin flinki að sannreyna þetta og birta þetta allt saman og eitthvað svona að einhvern veginn að stilla þessu þannig upp að þetta einhver svona sprettur sem við ætlum að taka, þetta eitthvað performance. Já. Og svo bara þá förum við bara aðeins og andvörpum. Já, horfum aðeins út úr gluggann og spáum aðeins í veðrinu jafnvel. Já. Heilsum upp á konun og börnin. Já. Sýnum raunverulega athygli í góðan tíma. Akkurat. Það draumurinn, sko. Það draumurinn. Ég held að, og svo þá maður alltaf býr maður til eitthvað svona módel af heiminum, sko, og svo fær maður eitthvað svona hugsa þetta í raunverulega og bara, þetta verður flókist. Þetta verður flókist. Draumurinn farið. Nei, alls ekki, draumurinn má ekki fara. En ég held að þetta sé ótrúlega magnað og ég held að þetta sé líka frábært. Ég held að þú sést einhvern veginn svona rosalega góður í aðstöðu að vera haslað öll í pólitíkinni. Já. Eftir músík, ekki eftir músíkina, í músík og pólitík. Eins og var ekki mjög andstæði pólar samt verða að segja það. Já, margt líkt, en margt alveg bara á andverðu með, sko. Já, var ekki Hveragerði, var það ekki músík og sport? Var ekki svona búð sem að seldi garn og eitthvað og svo kannski fara að geta gítarneglur og hljóðfæri. Ábyggilega verið eitthvað poppari eða rockari sem átti búðina. En þetta ég held samt, sko, bara að því þú ert að hugsa út í þessa þætti, þessa mennsku þætti og ég held að þau eru bara miklu fleiri að fara fjalla það vegna þess að eins og kom fram hérna í erindi hjá einhverjum fulltrúa landlæknismönnum við fyrir 2 vikum að þessi vansæld og vanlíðan fólks bara miklu stærri áskorun heldur en loftslagsbreytingar, sko. Við erum að laga það fyrst, sko. Að þegar okkur fyrir að líða betur þá kannski getum við að díla á þetta. Ég held að það muni bara, það líka bara sýnt sig ef við tekjum þetta saman, að þú segir líðan og loftslagsbreytingar að það hefur sýnt sig og ég er alls ekki sá besti í því og langt í frá, líklega sá versti. En við förum bara og nærum náttúrunni í kringum okkur, þá líður fólki betur. Þegar það fer út, vinnur í einhverju,
næra rækt eitthvað lítið blóm og svona, þetta er eitthvað sem ég gerði, þetta er á líf út af mér. Já. Eitthvað svona að vinna í einhverju og svona sérði eitthvað svona bara árangur sem að þú átt og þá líður þið betur og þá væntanlega umhverju líka betra. Pælingar. Þú fórst á það. Já. Þetta er svo hægt að pæla svo mikið. Er eitthvað hérna, ef við förum að draga þetta saman, er eitthvað svona sem að, þú skrifaðir flotta meistarritgerð. Takk fyrir. Já. GPT hjálpaðir. Já. Þú lendir í alls konar áskorunum með það. Já. Og stundum upplifur, að ég hefði kannski betur átt að sleppa þessu. Sem er Já. mjög eðlilegt. Já. Frábært að þetta sé orðræða sem er hjá manni sem er í svona stjórnunarstöðu eða svona stjórnunarstöðu hjá sveitarfélagi og svo varaþingmaður. Já. Það sé að því að ég hugsa sko, það var einhver sem spurði mig út í eitthvað svona og ég sagði að ég er ekki haldinn svona mikill sjálfseyðingahvöt. Já. Það er bara takk, ég tek hatt mér ofan fyrir þér Já, verið í þessu. Já. En það á ekki að vera þannig. Nei, það á ekki að vera Það á ekki að vera þannig. Já, maður á að þú veist, það verður að, þetta umhverfi, pólitísku umhverfi, verður að vera þannig að fólk vilji vera í því. Það sé ekki bara þeir sem þrá athygli og finnst gaman að stuða fólk og eru til í slaginn. Það líka að fá, það þarf alveg að fá alla flóruna af fólki, en þetta er náttúrulega fyrir allt fólki. Já, þannig var þetta að hugsa. Þannig erum alltaf með sömu típuna, þá er alltaf sama típa sem græðir. Já. En ekki allir hínir. Akkúrat. Að við þurfum og ég veit, mamma var guðslifandi fegin, ég kosti ekki á þing. Hún var bara, já, ég er svo fegin, ég er bara, það sem þið eru að segja við fólki hérna inn á þingi, þetta er rosalegt. Ég bara gati ekki verið að hlusta á það að segja eitthvað svona þig. Þetta er partur af leiknum, mamma. Þetta er bara... Já, og vera svo bara allir komin í ráðherrastól og bara eitthvað, halda sér fast. Já, og það er allir að bunda þig. En það er ég er þakklátur öllum þeim sem að færa þessa fórn. Þetta er rosaleg. Já, ég lýsi mikil fórn, líka bara tímalega séð og svona, ég er svona mitt. Meðan alþingir í gangi sérstaklega núna, þá er mitt. Þetta er mikil viðvera, þetta er mikið álag og þetta er alveg töff jobb sko þó að fólk sé ekki að gefa það út eitthvað mikið þeir sem að, ja, þetta er það líka, og svo mikið gagnrýni í kringum þetta. Já. Sem er gott líka, það verður að vera. Já, það verður að vera. Þetta þarf náttúrulega að aðhalda að þessu lið, það er að stýra landinu. Já. Þetta er allt mjög athyglisvert allan, það var ástæður fyrir ég fór í þetta, ég var bara svo forvitin. Já, og forvitni er, við deilum því. Já. Og ég held að, og líka það sko, að leyfa sér forvitni og kannski eins og við talar músíkina að leggja frá sér hljóðfærið eða ekki spá í fræðimennskunni eða hverju sem er að því að gervigreindin er að gera það, að hugsa samt sko, það verður einhver að gera þetta sko. Já, verður einhver að gera þetta, og ekki gefast upp fyrir henni, heldur hugsa hvernig get ég haldið áfram sko. Já, hún sé bara viðbót en ekki að taka yfir sko. Það er bara tól sem við notum en ekki sem við leifum bara að ráða sko. Þá erum við held ég komin í djúpa skíld og það er held ég bara, þú kannski veist að raunverulega ógn bara að gervigreindin einhvern tíðan bara einfallega að taka yfir, kom bara til einhver róbot hérna og hvað er það að gera? Ég hef enga tilfinningar, mér er skít sama. Ótti minn gagnvart tækninni snýst ekki að tækninni sjálfur heldur, það er það hvernig við hvernig við notum hana og ég held sko að þú veist að þetta sé raunverulega ógn sem að þú ert að ræða og þess vegna held ég að þetta sé sko raunverulega það mikilvægt málefni að þetta þarf bara svona að setjast niður og segja bara við þurfum að adressa þetta bara strax sko. Og við þurfum alveg gert það hérna innan þessar stofnunar bara sest niður hérna með stjórnendóknir og bara þetta má ekki gerast að við notum þessa tækni til þess að hlaupa hraðar, vinna meira, framleiða meira vegna þess að þá fer fólk að vera kærulust gagnvart tækninni. Það fer að treysta henni of. Það fer að hætta að fact-checka og hvað gerist þá? Þá mögnum við upp einhverjar hlutdrægni eða einhverjar skekkjur eða þá einhverjar bara eitthvað sem að passar ekkert endilega inn í okkar raunverulega umhverfi heldur við bara leyfum því að ganga yfir okkur af því við komumst ekki yfir meira. Nei, og allt í einu verðum við þá komin í einhverju svona fjarstýrt samfélag af gervigreind þar sem að okkar hlutverk er að flytja fréttir sem við náðum okkur í á AI og svo spyrum
af hverju þetta svona? Ég bara veit það ekki alveg. Nei. Ég bara, Einmitt. GPT sagði mér. Það er svona, Já, það er hægt, já. það er Mjög til skamstíma. Sko, bara einmitt, bara þetta fact-check, það var ekkert svo, sko, einhvers vegar á miðjuferlinu kannski, í ritgerðarsmiðinni, þá allt í nú sagði chatti bara um mig, herru, ritgerðin er bara klár, viltu að ég skilin á skemman.is? Já. Bara, erum við komið þangað, bara, leiðu mér allan að sjá hana fyrst, bara, svo bara, ok, shit, bara, þú verður að passa hvert einasta skref, af því að hún er bara til í að klára þetta strax. Já, og hreinskilni bottinn sem ég á sem er mjög aggressífur og vondur, sko, hann alveg hakkar mann, sko, ef maður virðist ætla að vera kærulaus í að nota hann, sko, því hann viðurkenndi það sjálfur að hann sé vasareiknir, sko. Ég er ekki, hugsa ekki, sko, ég er bara tölfræði líka. Það er að komast í þennan gæða. Það kynnast honum, sko, auga með hann. Já, en þetta að þú kallar hann sér vasareiknir, þá var þetta víst einhver ákveðin svona áskorun á sínum tíma þegar vasareiknirnir komu. Þeir máttu alls ekki verið inn í kennslustofum þegar fólk var að læra stærðfræði. Þeir reiknuðu bara fyrir þig. Já. Og núna eru þeir sjálfsagt tól í stærðfræði. Fór bara að reikna fleiri stærðfræði, flóknari stærðfræði. Já, fólk einmitt. Það er ekki að fara. Þetta er bara næsta skrif að því. Já. Þetta er næsta skrif að því. Og ég var einmitt með plaggat af kennurum að mótmæla vasareiknurum á sínum tíma. Já, það? Já, bara. Ok. Það verða allir, það mun enginn kunna að reikna, þetta verður bara vasareikn. Já, einmitt. Svo komast því bara, það þarf einhvern til að setja inn í vasareiknum, sko. Já. Þannig að finna verður verkefni. Beita þessu. Geggjað að fá þig. Já, takk fyrir það. Geggjað að spjalla þig. Já. Og ég mun ábygglega, og því ég gaman líka bara að vita af þér, verandi svona mikið þenkjandi í þessum gervigreindar heimi, af því að ég er búinn að læra helling bara á smástund og mér langar að læra meira. Já. Þannig að ég mun fylgjast með áfram. Endilega. Bara virkilega gaman og aftur bara kærlega til hamingju með áfangan. Takk. Og svo það er eitthvað stórt að gerast í kvöld. Já, það er 8 leikur á króknum, ég er að fara þangað. Stuð. Þar líður mér illa. Ritgerð og 8 leikur. Já, þetta er fílingur dag og það er sólskinn. Já. Ég er í einhverjum ullafötum, mér er mjög heitt. Þannig að þetta dagur er mjög góður. Já. Og þú tókst þér tíma til að koma í hlaðvarpið Temjum tæknina. Já. Þannig að Sverrir Bergmann, takk. Takk Magnús, takk fyrir mig og bara þangað til næst. Þangað til næst.